Góðan daginn. Mér langar að þakka fyrir góða fyrirlestra og hlakka til að heyra fleiri hér seinna í dag. Mér langar líka að þakka fyrir markaðsstjóra Stafræns Íslands fyrir dagsetninguna á þessari ráðstefnu. Það setti alvöru pressu á teymið okkar í Ísland.is að koma nýjum vef í lofti og það tókst. En ég heiti Jónatan Arnar Örlygsson og er verkefnastjóri hjá Stafrænu Íslandi. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því af hverju við erum að búa til Ísland.is og ég ætla sömuleiðis að reifa aðeins söguna aftur í tímann á vegferðinni sem við erum búin að vera í og til dagsins í dag og hvað þetta hefur upp á að bjóða fyrir okkur. Ég ætla að byrja að segja ykkur aðeins bara af hverju. Í dag erum við með 240 opinbera vefsíður hjá hinu opinbera. Við erum með 74 mínar síður eins og hefur komið fram og við erum með 100 stöðugildi sem sinna vefsíðum. Allt stöðugildi sem við þurfum á að halda í stafrænni vegferð, en spurningin er getum við nýtt það betur og í meiri samvinnu. Hvað þýðir þetta fyrir notendur? 240 vefir, ég ætla bara svona aðeins að taka dæmi hér. Sama hversu góðir vefirnir eru og margar stofnanir að gera virkilega vel í vefmálum, að þá lítur þjónustan út svona fyrir notendur. Nú er ég komin upp í 20 og við getum sagt sinnum 12 þarna. Og þetta er flókið fyrir notendur. Það er flókið fyrir notendur að kynnast nýju viðmóti í samskipti við opinbera og þetta viljum við bæta. Sumir spyrja sig, getur Google ekki leyst þetta fyrir okkur? Við leitum að þjónustu og lendum inn á réttum vef og þá ætla ég að taka dæmi. Við leitum að ökuskírteini á Google og ég fæ leitaniðurstöðu frá allavega 5 mismunandi stofnunum og þar á meðal Ísland.is. Ég vel þann hlekk sem ég þykir líklegastur, lenda á vef sýslumanna og finn þar umsókn ökuskírteini. Þar er mér vísað yfir á vef lögreglunar með 5 eyðublöðum og sem endar í PDF-skjali. Síðan fer ég tilbaka, þarf að finna aðrar upplýsingar varðandi ökuréttindi og ökuskírteini og þar finn ég upplýsingar ökuréttindi og skírteini á vef Samgöngustofu og ég finn reglugerðir undir vef reglugerðasafns. Þetta getum við einfaldað. Og hvað þýðir það í raun og veru að búa til vef? Hvað eru allir að gera? Allar þessar stofnanir, 240 vefir. Það er verið að hanna, það er verið að búa til ímynd með vörumerki sem þarf að passa vel við hönnun vefsins. Það er verið að framvinda forritara, bakenda forrita, það er verið að velja vefumsjónarkerfi, það er mikil efnisskrif og margir hafa efnisstefnu til þess að auka gæði vefsins. Það þurfa allir að huga aðgengismálum því að aðgengi á vefum á að vera fyrir alla. Það þarf að huga persónuvernd og öryggismálum. Það þarf að gera mælingar og prófanir og endalausar ítranir því að ef að vefurinn er ekki í sífelldri þróun þá verður til kostnaður eftir 5 til 7 ár að byrja allt upp á nýtt. Svona lítur opinber þjónusta út í Bretlandi. Þeir hafa verið á sér vegferð frá því allavega 2010 og eru komin mjög langt í því að notendur vita hvert þeir eiga að leita þegar þeir leita á opinberri þjónustu. Danmörk er með Borger.dk og eru komin mjög langt í stafrænni opinberri þjónustu og sömuleiðis Eistarnir. Þessar vefsíður ná mjög vel utan alla þjónustu hjá ríkinu og þetta viljum við gera. Við höfum unnið eftir þessu markmiði hjá stjórnvöldum að sett verið á fót rafræn þjónustugátt þar sem landsmenn geta á einum stað nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að stjórnvöldum. Þetta höfum við haft að leiðarljósi og ég ætla að fara aðeins yfir af hverju er þetta gott markmið. Það hefur komið fram í fyrirlestrum hér áður en við viljum einfalda líf fólks og við getum gert það með miðlægri þjónustugátt undir merkjum Ísland.is. Við getum sömuleiðis samnýtt afurðir úr allri þróun sem er gríðarlega dýrmætt, bæði kostnaðarlega séð og eins til þess að bæta upplifunina sem ég sýndi áður, að notendur þekkja viðmótið og upplifa betri þjónustu.
Við getum stutt betur við stofnanir ríkisins með þessu. Við getum byggt upp innviðir sem alla stofnanir nýta sem í tímanum. Og við getum skorað hærra í alþjóðlegum samanburði. Við höfum verið á þessari vegferð síðastliðin 2 ár og við höfum komist að mörgu, en hér eru nokkrir punktar að því helsta sem við höfum komist að og af hverju erum að gera þetta. Almenningur og fyrirtæki vilja fá betri stafræna þjónustu frá hinu opinbera. Upplýsingar og þjónusta eru víða og erfitt fyrir notendur að átta sig hvert á að leita í mörgum tilfellum. Notendum sama hvaðan þjónustan kemur, vilja bara það sé einfalt og þægilegt að nálgast þjónustuna. Og við höfum komist að við getum veitt betri notendaupplifun með samhæfðu viðmóti, betri efnisskrifum og aukinni sjálfsafgreiðslu. Sjálfsafgreiðsla, þar liggur í rauninni raunverulegu tækifærin hjá okkur og þar geta stofnanir beitt tíma sínum í að bæta gögn og þannig getum við búið til betri stafræna þjónustu. Og við getum líka þjónustað notendur betur og veitt stofnunum meiri stuðning í stafrænni vegferð með miðlægri þjónustugátt. Ég ætla að fara aðeins aftur í tímann 2019, þar sem að vefur Ísland.is var svona. Það voru margar góðar einingar, en það vantaði kannski dálítið upp á hvert raunverulegt markmið vefsins. Við fórum í þá vinnu hvernig getum við smíðað sameign okkar allra og í júní 2019 var gerð mikil og góð vinna þar sem við skilgreindum vel verkefni fyrirfram og hvernig við gætum í raun gert hlutina öðruvísi. Myndin vinstra megin sýnir í raun núverandi stöðu og stöðu sem við vildum koma með nýjar áherslur á. Við vildum sem miðjan stafrænt Ísland hjálpa stofnunum að veita betri þjónustu í gegnum Ísland.is og nota tæknibyrgja þar með okkur úr atvinnulífinu. Við settum fram áherslur og hér eru þær helstu og við settum fram sömuleiðis tæknistefnu til að skilgreina í hvaða átt við vildum fara. Við erum með öflugan tæknistakk í dag. Við leggjum mikla áherslu á notendameða nálgun í allri þróun. Við viljum gera framúrskarandi vel í varðandi aðgengismál á vefnum. Við viljum gera hugbúnaðinn opinn og frjálsan sem við gerum og við viljum huga vel að öryggi og persónuvernd og við viljum líka að tungumálastuðningur á vefnum sé til fyrirmyndar. Samhliða þessu erum við að byggja hönnunarkerfi sem við fjallað seinna í dag, en það tryggir það að við getum búið til viðmót sem nýtist öllum og sömuleiðis endurnýtt einingar á milli verkefna. Í febrúar 2020 uppfærðum við vefinn og tókum í raun fórum í verkefni að safna saman þeim þjónustum sem að hið opinbera veitir. Komumst að þjónustunnar eru í kringum 3000 og þarna söfnum við tæplega 1000 umsóknum og afgreiðslum undir þennan vef til að undirbúa vegferðina sem við erum í. Það hefur áður komið fram en við fórum í stórt útboð með þverfaglegum teymum og í dag vinnum við með svokölluðu landsliðinu í hugbúnaðargerð á Íslandi. Í maí á þessu ári hófum við svo vinnu við miðlæga þjónustugátt Ísland.is, framtíðarvef sem við ætlum að vera með í sífelldri þróun. Við settum okkur skýr markmið. Við vildum þróa vef sem getur haldið utan alla þjónustu hins opinbera. Við viljum hafa margar leiðir inn í efnið á eins einfaldan og aðgengilegan hátt og mögulegt er. Við viljum bjóða upp á öfluga leit og við viljum með tímanum geta boðið stofnunum að nýta sér allar þær afurðir sem við þróum. Ég ætla að sýna vídeó og hvet alla hlustendur til að skoða svo vefinn Ísland.is.
Að lokum vil ég segja að við erum rétt að byrja, við erum stolt af því sem er komið út og næstu skref eru skýr hjá okkur. Við erum að fara á fullu í prófanir og ítranir á island.is betavefnum. Það liggur fyrir að við ætlum að búa til stofnanasíður á island.is þar sem að stofnanir fá meiri presens og við erum á fullu að vinna áfram í efnisvinnu og næstu skref er að vinna það í samstarfi við stofnanir. Við erum að auka við virkni á næstunni sem bætir þjónustuna ennþá meira og svo eru fjöldi verkefna nú þegar hafin undir merkjum island.is þar sem að innri vefur island.is er hafin í vinnu og Andri tók vel utan það hvaða tækifæri það getur boðið okkur upp á í framtíðinni og svo sömuleiðis umsóknarkerfi sem getur hjálpað okkur að einfalda sjálfsafgreiðslu sem að Ægir kynnir senn í dag. Að lokum vil ég svo undirstrika að þegar ég hef verið að tala við, þá er ég ekki að tala við sem Stafrænt Ísland, heldur við sem Ísland, stofnanir og Stafrænt Ísland í sameiningu, því við gerum þetta ekki án stofnana og ég hlakka til samstarfsins. Takk fyrir. Blessið, takk fyrir Jónatan. Þeir sem eru að horfa heima, endilega hendið þið spurningum á okkur eða viljið spyrja Jónatan að einhverju og það er strax komin ein. Hvað verður vefurinn lengi í beta-útgáfu? Þetta er góð spurning. Í rauninni gætum við sagt að hann verði alltaf í beta, en við ætlum að gefa okkur 1 til 2 mánuði að hafa hann í þessari upprunalegu beta-útgáfu, en það er algjört lykilatriði að við hugsum að vefurinn er aldrei tilbúinn og hugsum í rauninni að við séum alltaf í beta-fasa. Það er svona að spyrja hversu langur er snærispotti. Nákvæmlega. Erum við með fleiri spurningar? Já. Það var eitthvað. Já. Notendum er sama hvaðan þjónustan kemur, bara að það sé einfalt og þægilegt að nálgast þjónustuna. Þetta þýðir jafnframt að notendum er sama hvort að það er ríki eða sveitarfélag sem veitir þjónustuna. Er ekki ráðlagt að koma allri opinberri þjónustu í sama form? Ég er bara hjartanlega sammála þessu og við viljum fara á stað sem fyrst í samstarfi við sveitarfélögin líka. Það tekur allt tíma en ég sé ekki til fyrirstöðu að við ættum líka að vinna með sveitarfélögum og gera upplifunina ennþá betri þannig. Góð spurning, fullt af fullyrðingum í henni. Það er alltaf bestu spurningarnar. Það er til dæmis, eins og kemur fram hérna, í rauninni er öllum skítsama hvaðan gott kemur, öllum sama hvað Keith Richards var lengi að semja Sympathy for the Devil. Það er bara geggjalag og drullu sama hvað það tók hann langan tíma. Einu sem skiptir máli er það sem kemur út úr tækinu. Nákvæmlega. Og það er svona lendir öll þessi vinna á ykkur forriturum sem eru að horfa því að við neytendur, við viljum bara hafa þetta í lagi. Við viljum bara hlusta á okkar Sympathy for the Devil og ef þið þurfið að gista í Djöflakirkju í 5 ár til að semja, þá er okkur eiginlega alveg sama, sko. Og helst strax. Já, bara alltaf strax og bara beint í viðlag. Fleiri spurningar á neti? Nei. Yndislegt. Þá bara takk kærlega fyrir, Jónatan.